verið velkomin í annað heljarstökks kennslumyndband. Hér við mættir Tommi og Tóri og í dag ætlum við að kenna ykkur að gera kork. Það er rétt, korkskrú. Ef þið ætla að læra korkskrú þá mæli mjög mikið með því að þið læri fyrst aftur á bak heljarstökk og klikkið hinga og þetta hérna, tutorial. Bing! Aftur á bak heljarstökk er undirstaða í mjög mörgum heljarstökkum, svo já, endilega skoða þetta. Fyrsta skrefið heitir J-step eða jólskref. J-step segir sig sjálft, það er aðhlaup að stökkinu þar sem maður tekur 90 gráða beygju og hleypur í svokallað jó. Ef hlaupið er rétt þá fær maður mjög mikinn kraft út úr J-stepinu. Mikið rétt. Annað skrefið að læra kork er kick-off. Þar notar maður sveiflu fótsins eftir jóskrefið til þess að ýta mann upp í stökkið. Hendurnar sveiflast upp samtímis og ýta manni í aftur á bak heljarstökk af einum fæti. Þegar komin á hvolf mun að koma auga á lendinguna til þess að átta þig hvar þú ert stattur í heljarstökkinu og geta lent sem best. Þriðja skrefið er cheat gainer eða svindlskrabbi. Kallar þetta engin svindlskrabba? Cheat gainer virkar eins og kick-off nema fóturinn leiðir aðeins til hliðar og snýst pínlítið upp á sem orsaka það að stökkið verður meira líkt side-flippið eða hliðarhellustökk. Og þá er komið að því, núna getið þið lært kork. Kork er frekar líkt cheat gainer nema sparkfóturinn leiðir meira til hliðar og hendurnar sveiflast upp yfir eina öxlina. Þegar hendurnar og fæturnar eru komin í hápunkt þá dregur maður hendurnar niður að líkamanum og heldur spennu í gegnum allan líkamann. Gott að læra aftur á bak heljarstökk með fullri skrúfu áður en maður lærir þetta því þetta er sami hlutur nema bara af einum fæti. Þegar nógu góðri stjórn hefur verið náð yfir korkskrúfu þá mælum við með að þið reynið að bæta einhverju við eins og öðrum kork. Kork. Maður þarf að gera snúninginn hraðar til þess að hafa tíma til að opna sig í loftinu og koma auga á lendinguna. Annar fóturinn, þar að segja hoppufóturinn, lendir á jörðinni á undan sparkfætinum og sparkfóturinn sveiflast síðan í gegn og upp í hinn korkin. Næsta dagskrá er hyperkork. Hyperkork virkar eins og venjuleg kork nema maður lendir fyrst á sparkfætinum. Þegar maður finnur að maður er búinn með korksnúningin upp í loftinu þá dregur maður sparkfætin niður í áttina að jörðinni. Þá bætist vanlega við 90 gráður til 180 gráður. Double kork eða tvöföld snúningsskrúa í korkskrúfunni. Gott er að bíða aðeins með að snúa þar til að hæsta punkti hefur verið náð og gera sig eins beinan og hægt er svo að minnsta mótstæða myndist og þið getið snúist eins hratt og þið getið bara. Gott er að kunna aftur á bak heljarstökk með 2 skrúfum því að þetta er rosalega svipað með double korkin nema það náttúrulega að þið takið J-steppið og sparkið af einum fæti upp í loftið. Þetta var korktutorial okkar og vonandi hafið þið lært eitthvað á þessu. Já, kommentið bara hérna fyrir neðan hvað þið viljið sjá næst út af því að við gerum kork út af þessum kommentum. Twerk tutorial coming soon. Einhvern tímann. Einhvern tímann.